Góðan daginn og velkomin hingað öll. Gaman að sjá ykkur. Við erum hérna að hittast í annarskipti í dag til þess að segja stuttlega frá niðurstöðum á barnaþingi sem var hér á þriðjudaginn. Og þetta var aðeins formlegri athöfn í morgun, við vorum með tónlist og ýmislegt fleira, en við ætlum samt að það er efnislega sama dagskráin í dag. Ég ætla að byrja að þakka ykkur krakkar sem tóku þátt í barna- og ungmennaþinginu. Þetta er gríðarlega mikilvæga niðurstöður og frábært þáttaka og þetta var mjög skemmtilegt, gekk mjög vel. Emil ætlar að fara aðeins hérna meira yfir formlegu hlutina í tengslum við þetta barnaþing, en þetta er virkilega mikilvægur viðburður sem að við munum svo sannarlega nýta og notfæra okkur niðurstöðurnar áfram í komandi vinnu, bæði í stofnunum sveitarfélagsins en líka í nefndum og ráðum og pólitíkin mun örugglega taka feginsendi við þessum niðurstöðum. En Emil ætlar að tala hérna nokkur orð, síðan tekur ungmennaráð við og bara velkomin aftur öll og ég vona þið eftir að nýta og njóta niðurstöðanna. Herri, ég vil bara minna á að samkvæmt 12. grein barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna eiga börn og ungmenni rétt á að tjá sig málefni sem snertir líf þeirra og við fullorðna fólkið við eigum að hlusta og taka mark á því. Það er ástæðan fyrir þessu þingi. Ég vil líka minna á að ástæðan fyrir okkur að gera þetta í dag er vegna þess að 20. nóvember er dagur barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. En hann var undirritaður þennan dag árið 1989. Þingið náðu til, barna- og ungmennaþingið náðu til 300 barna, allt frá leikskóla upp í FAS, ungmenn úr atvinnulífinu og ýmsir rýnihópar, börn af erlendum uppruna, börn með sérþarfir og börn úr dreifbýli. Eldri hópar unnu með 6 málstofur, yngri hópur með 4 og leikskóli með sína sérútfærslu. Þetta er ekki alveg komið allt til skila, en við erum búin að taka saman helstu niðurstöður. Við vorum, ungmennaráðið búið að vera núna að vinna að helstu niðurstöðum og við ætlum bara að fara yfir það núna. Þannig að nú vil ég bara kasta boltan á ungmennaráð Hornafjarðar. Gjörðu svo vel. Málstofa 1 var gott skólastarf og góður skóli. Skólalóðirnar var það sem mest að tala í skólanum. Krakkarnir vilja láta laga leiktækin og bæta skólalóðirnar á marga vegu. Mikið var að tala að seinka skólabyrjun, en einnig að stytting vinnuvikunar eigi líka að ná til nemenda grunnskólans. Þá höfðu nemendur sterkar skoðanir á matnum í grunnskólanum og vilja bæði meira og betri mat, betri matsal og meira frelsi í matsalum. Og það komu líka fram sterkar skoðanir á neyslu matar og drykkjar í FAS og vildi nemendur meira frelsi í þeim málum. Krakkarnir hafa líka mikla skoðanir á kennslunni. Þeir vilja minna af bóklegri kennslu og meira af fjölbreyttum, skapandi verkefnum og skólaferðum. Þau vilja meira hópavinnu, góðan vinnufrið og að samvinna sé mikilvægur hlutur af öllu skólastarfi og að það sé mikilvægt að hafa gaman í skólanum. Kennarar þurfa líka að vera skemmtilegir og hjálpsamir og það kom skýrt fram að þau vilja að kennarar og starfsfólk skólana hlusti betur á nemendur. Einnig komu fram óskir meira samstarf milli FAS og grunnskólans. Málstofa 2 fjallaði íþróttir, hreyfingu, útisvæði og leikvelli. Þetta var sú málstofa þar sem að þátttakendur höfðu mesta skoðanir á. Krakkarnir nefndu sérstaklega að það vantar stærra íþróttahús með fleiri völlum, fimleikaaðstöðu, stærri stúku, styrktarými og ýmsu öðru. Mörg töluðu fyrir fjölbreyttari íþróttum til að mynda sjálfsvarna íþróttum, handbolta, skák, box, tennis og ýmsu fleiri, svo sem akstursíþróttum sem fengu jákvæða umfjöllun. Það kom líka fram að íþróttastarfið sé stundum í samkeppni við sjálft sig að það þurfi að finna leiðir til að hafa fjölbreyttara úrval án þess að greinarnar taki iðkendur frá hver annari. Líkamsræktin var ofarlega í huga margra. Krakkarnir vilja sjá stærri og betri aðstöðu og eins og einn orðaði, maður vill geta lyft án þess að sleikja svitann af öðrum. Einnig kom fram að keppni og mót séu stundum of stór hluti af starfinu þegar þetta
á að snúast að hafa gaman og vera saman. Útisvæði og leikvellir voru líka mikið ræddir. Það vantar fjölbreyttari útisvæði, útiæfingasvæði fyrir alla aldurshópa. Margir bentu sérstaklega á að aparólan við Hafnarskóla sé ónýt og hættuleg. Það þurfi nýja í staðinn. Stærri hugmyndir komu líka fram eins og skautavöll og hjólabrettasvæði. Það ætti þó að vera einfalt að laga körfuboltavöllinn á miðsvæðinu en það nefndu margir en líka að það vantaði betra æfingasvæði fyrir fótbolta og löglegt keppnishæft gervigras. Báran var einnig mikið rædd, stór hópur ungmenna notar hana daglega og þar þarf að laga loftið, þrífa hana betur og helst að setja hita í hana. Einnig var bent á að opnunartímar í íþróttamannvirkjum séu oft of stuttir. Málstofa 3 var öryggi, umhverfi og skipulag. Í þessari málstofu kom skýrt fram hvað skiptir mestu máli í öryggi og umhverfi sveitarfélagsins. Flestir eru sammála að þó að Höfn sé öruggur staður þá er samt ýmislegt sem mætti bæta. Það sem skorar hæst að það vantar hjólastíga og betri hjóla- og gönguleiðir út úr bænum. Þetta er bæði mikilvægt fyrir öryggi og til að hvetja til hreyfingar, enda erum við heilsueflandi sveitarfélag. Mikið var líka talað að laga gangstéttir og gangbrautir og auðvitað kom Silfurbrautin upp, eins og hún hefur gert í mörg ár. Ungmennaráð vill sérstaklega taka fram að við bíðum spennt eftir því að sjá hana loksins lagaða árið 2026 eins og lofað hefur verið. Krakkarnir bentu líka á að lýsingin sé víða mjög léleg, sérstaklega meðfram sjónum á strandstígnum. Það sem maður sér varla handa sinna skil í myrkrinu en einnig þarf að laga bilaða ljósastöru í bænum. Einnig vantar fleiri og minni ruslatunnur bæinn og það var komið inn á að við verðum öll að sýna umhverfinu meiri virðingu. Í umræðinu á þinginu var oft komið inn á þætti sem tengjast félagslegu öryggi, að það skiptir máli að við séum góð hvert við annað og samfélagið okkar setji samkennd og samveru í forgrunn. Þó komu einnig fram hugmyndir sem tengjast ferðamennsku, til dæmis að það þurfi fleiri útskot fyrir túrista, en líka að sveitarfélagið þurfi að hugsa meira íbúa, ekki bara gesti. Málstofa 4. Félagslíf og viðburðir og afþreying. Þátttakendur í þinginu voru almennt ánægðir með það félagslíf sem í boði en vilja meira fjölbreyttara félagslíf og það nái til fleiri aldurshópa. Þau nefndu fleiri viðburðir sem ungt fólk getur mætt á, ekki bara fyrir 18 ára og eldri. Nefndu voru fótboltamót, hafnarhittingar, firmamót og ýmislegt sem skapar stemmingu og samveru. Körfuboltaleikirnir voru líka nefndir sem mjög skemmtilegi viðburðir, þar sem fjölbreyttur aldur hittist og mikil orka og stemming myndast. Krakkarnir vilja meira svoleiðis. Að sjálfsögðu var talað bíó, en það var líka fatamarkað, kaffihús, bakari, fleiri jólamarkaði og alls konar viðburðir sem gerir samfélagið okkar betra. Drykkjan var einnig til umræðu, en þar var nýjum sófa og fleiri leiktæki alltaf við þeim. Margar málstofur töluðu að íþróttir væri stór hluti af félagslífinu og félagslífið væri eiginlega ekkert annað þeirra. Þess vegna var óskað eftir fleiri hópatímum í ræktinni eins og hot fit, zumba og byrjendatímum sem henta yngri aldurshópum. Að lokum unga fólki ekki endilega að biðja sérstakan stað fyrir sig. Það allt í lagi að vera með öllum aldri, en það stað sem getur verið einhvers konar samfélagsmiðstöð þar sem það er öruggt og því líður vel. Stað sem byggir á vináttu, trausti og fordómaleysi. Málstofa 5 var fjölskylda, vinir, heilsa og jákvætt samfélag. Eitt af því sem var gegnum gangandi í öllum hópum var hvað félagslíf og vinir eru gríðarlega mikilvægir og hvað það skiptir miklu máli að við séum góð hvert við annað og samfélagið styðji við jákvæð samskipti. En það þarf líka að láta börn og ungmenni vita hvað aðstoð þau geta fengið. Að það sé hægt að tala við sálfræðing, að það sé fólk innan skólan sem getur hjálpað og getur líka aðstoð við að fá hjálp annars staðar frá.
Það kom einnig fram að það sé erfitt að komast að hjá lækni og að biðtíminn sé of langur, sem hefur áhrif á bæði líkamlega og andlega heilsu. Krakkarnir töluðu að flestum líði almennt vel, en auðvitað séu alltaf einhverjir sem líður illa. Og að við verðum að muna að fólk er misjafnt og stundum glímir það við erfiðar aðstæður. Það skiptir miklu máli að fagþjónusta sé aðgengileg og að starfsmenn, til dæmis í barnavernd, sé skilningsríkir og styðjandi. Einnig var rætt að fjölskyldur sem ættu erfitt gætu fengið styrki og ráðgjöf og að fullorðnir þurfi almennt að tala meira við börn og ungmenni. Og enn og aftur komum við að félagslegu hliðinni. Það vantar kaffihús eða stað til að hittast á. Því það skiptir miklu máli fyrir líðan okkar allra að eiga samskipti og hafa stað til að hittast á. Málstofa 6 er atvinna. Flesti voru því að auðvelt væri að fá vinnu á höfn, en það mætti vera meira fjölbreytni í vinnuframbúði og það mætti vera fleiri vinnur sem hægt væri að vinna með skóla. Hvað vinnuskólan varðar, þá var talað að þar þyrfti að vera hærri laun, þyrfti betri verkfæri og að það verkefnin þar mætti vera fjölbreyttari. Ekki bara raka og reyta arfa allan daginn og svo væri of mikill launamunur milli árganga. Í umræðum kom fram að lögreglan setti miklu álagi þar sem hún þjónusta stórt og dreift svæði. Ungmenni töldu að þar þurfti einfaldlega fleira starfsfólk því öryggi og virk þjónusta skipti máli fyrir allt samfélagið. Margir nefndu líka að það sé erfitt að vinna við hæfi, sérstaklega tengdi að því sem fólk er að mennta sig í, því vantar sérsniðin störf fyrir ungmenni og fjölbreyttari tækifæri. Einnig kom fram hugmyndir að auglýsa verkefni heimahöfn betur og enn og aftur var það félagslegi þátturinn sem kom fram. Þau vilja ísbúð og bakari í bæinn, það snýst bæði atvinnu en líka það að hafa staði til að hittast á og hanga og byggja samfélag. Til að draga saman í fáum orðum það sem var gegnumgangandi í umræðinu, þá er það að ungt fólk á Höfn í Hornafirði vill einfaldlega gott samfélag. Félagslíf, góða vini, samveru, viðburði og stað þar sem fólk getur kynnst og verið saman. Það kom líka skýrt fram að ungt fólk vill að sér hlusta á það, að því sé sýndur raunverulegur áhugi og að fá að tilheyra. Unga fólki vill góða skóla, góða kennslu, góðan aðbúnað í skólum og ekki sísta skólalóðinni. Þeir vilja fjölbreyttara íþróttalíf, góða aðstöðu til að stunda íþróttir, góða göngu- og hjólastíga sem eru öruggir og vel lýstir og að samfélag sem hlúir hvert að öðru. Við viljum að bærinn okkar sé staður þar sem öllum líður vel. Öllum gefst kostur á að blómstra og þar sem rödd ung fólks hefur raunverulega áhrif. Takk fyrir okkur. Komið sælöll til hamingju með daginn. Ég heiti Sigurjón Andrésson, ég er bæjarstjóri hérna og ég vil fyrir hönd bæjarstjórnar þakka öllum þeim sem komu að skipulagningu þingsins og sérstaklega vil ég þakka náttúrulega okkar magnaða ungmennaráði sem er okkur alveg ofboðslega verðmætt. Þessar hugmyndir og þessi verkefni sem að koma þarna, þau eru mjög verðmætt fyrir okkur og þetta góðu tími til þess að fá þessa innsýn í ykkar hugarheim. Nú stöndum við akkurat í fjárhagsáætlanagerð fyrir næstu ár. Sumt sem kemur fram eru svona ávextir í auknæð, eitthvað sem við getum gert strax. Annað þarf meiri undirbúning og Silfurbrautin í ár á næsta ári, hún er loforð. Það er bara þannig. Og við erum alveg, okkur er alvara með okkar ungmennaráði, okkur er alvara með okkar nálgun á það að gefa ungu fólki og börnum rödd og í dag er dagur barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Við erum stolt af því hvað við erum að gera með okkar unga fólki og fyrir okkar unga fólk og við ætlum að gera enn betur. Það er bara þannig. Ég vil endilega hvetja ykkur, krakkar, til þess að hugsa stórt. Eltið í draumana. Verið í hugrökk að því að framtíðin er björt.
Hún er mjög björt og látið engan segja ykkur annað. Framtíðin á Ísland er mjög björt. Ísland er að mínu mati besta land í heimi og Hornafjörður besti staðurinn á Íslandi. Takk fyrir mig. Kannski aðeins í lokin, þá ætla ég að segja ykkur frá því að þessar niðurstöður sem komu hér eru ekki endanlega niðurstöður. Það var unnið í rýnuhópum og það voru spjallhópar með ungmennum alveg niðri og börnum alveg niðri í 5 ára. Leikskólinn tók líka þátt og við erum ekki komið með allar niðurstöður í hendurnar, en þetta var svona það sem kom upp úr kössunum hjá stærsta hópnum. Þessar niðurstöður verða síðan notaðar til þess að byggja næstu aðgerðaráætlun í barnvænu sveitafélagi. Þannig að ég hef fulla trú á því að þær verði mikið notaðar. En ég held að sé ekki fleira sem við ætlum að koma að þessu sinni. Bara takk kærlega fyrir komuna og njótið dagsins.